Við erum að þróa app eða smáforrit fyrir sjúklinga Landspítala sem við höfum valið að kalla Landspítala appið. Ástæðan fyrir þessu sú að við vildum svona bæta þjónustu upplifun sjúklinga Landspítala. Við erum að safna gríðarlega miklu af gögnum úr lækningatækjum, úr hinum ýmsu rafrænu kerfum sem að nútíma sjúkrahús hefur yfir að ráða. En við höfum kannski ekki verið nógu góð að miðla þessum upplýsingum til sjúklinganna okkar. Sjúkrahúsdvölin getur verið ákveðið ferðalag, stundum talsverð óvissuferð. Og ef þú hefur upplýsingar í rauntíma, hvað standi til, hvað sé búið að gera og hver séu ábyrgir starfsmenn þínir á hverjum tíma, þá held ég að það geti svona veitt ákveðna öryggistilfinningu og gert sjúklinginn virkari raunverulega þátttakanda í eigin meðferð. Áskorunarnar eru náttúrulega tæknilegs eðlis. Annars vegar hvernig birtur þessar upplýsingar, hvaða upplýsingar birturu og hvernig birtast þær. Að tengja kerfin þannig saman og það er náttúrulega eitthvað sem að okkar tæknifólk hefur náttúrulega verið og borið hitann og þungan af. Það hefur alveg gengið og svo auðvitað líka eru svona öryggisþáttur og appið er búin að ljúka öryggisúttekt hjá Syndis til þess að tryggja það að öll öryggismál séu í góðu lagi. Meðan þetta er í þessum prófunarfasa þá höfum við verið að nota þetta fyrir sjúklinga sem eru að koma í valkvæða skurðaðgerðir hérna í Fossvoginum. En núna erum við komin í samstarf með bráðamóttökunni. Þar eru raunverulega allir sjúklingar bráðamóttökunnar, þeir geta nýtt sér appið svo framalega sem við erum með snjallsíma og rafræn skilríki. Þannig að svo erum við þar að ekki að fara í verkefni með innskriftamiðstöðin og Hringbraut, varðandi spurningalista og sem hluta undirbúningi sjúklinga fyrir aðgerðir. Þannig að það er líka bætist við nýr hópur, þannig að það er enn sem komið minni hluti sjúklinga Landspítala, en við stefnum náttúrulega að því að þegar þessum prófunarfasa sé lokið, að þá helst jafnvel eftir sumarið þá geta allir sjúklinga Landspítala sem hafi áhuga á því nýtt sér þetta. Þetta er náttúrulega stöðug þróun og við getum aldrei sagt að þetta app sé fullbúið og við erum með þetta alls konar hugmyndir nú þegar hvernig við tökum næstu skref og okkur langar að búa til aðstandenda aðgang sem fólk getur þá fylgst með sínum nánustu aðstandendum með þeirra samþykki og okkur langar líka að birta aðgerðarupplýsingar til aðstandenda stöðu og við erum búin að tengja þetta app tengt við öll helstu kerfin sem við erum að nota á spítalanum í dag, þannig að það eru miklu möguleikar framundan. Við höfum líka þýtt þetta yfir nú þegar á ensku og pólsku auk íslensku, þannig að til þess að hjálpa þeim sem hafa ekki íslensku sem móðurmál. Þetta er skemmtilegt verkefni sem vissulega tekur aldrei enda, en líka verið svona skemmtileg tilbreyting frá þessu venjulega.